Nýr lýðháskóli verður settur í vikunni og þá mæta 29 nemendur allstaðar af landinu og hefja nám á Flateyri. Einn þessara nemenda er snjóbrettaþjálfari frá Akureyri sem hlakkar til að takast á við nýtt og spennandi verkefni og komast vonandi í nægan snjó. Mér langaði bara að prófa nýtt. Ég er búin að vera hér mjög mikið á Akureyri og var svona að horfa eitthvað svona vestur eða bara út fyrir bæinn. Og þetta poppaði bara upp á Facebook hjá mér, þessi auglýsing, þannig að ég bara sótt um. Þú ert ekki að fara einn? Nei, kærastinn verður að koma með líka, en hann er ekki að fara í skólan samt. En hvers vegna vestur? Af hverju ekki bara út til Danmerkur eins og allir hinir sem fara í lýðháskóla? Bara, við erum á snjóbretti, þannig að okkur langaði að sækja snjóinn kannski líka. Og þeim til að bara fullkomið, fara vestur og renna sér og öðrast reynslu líka og eru hinu sem við lærum. Á hvaða braut ætlar að vera? Útivistarbrautinni. Hvað heitir hún? Hafið, fjöllin og þú held ég að hún heiti. En spennandi. Já. Og þar kemur snjóbretta áhugaðanum þínum fyrir? Já, það er fjallaskíða áfangi þar. Hann enda bara 2 vikur en það er náttúrulega geðveikt að læra allt þetta þegar maður fer á skíði og snjóbretti á fjöllum að þekkja til aðstæður og lesa í snjóinn. Þekkir eitthvað til fyrir vestan? Nei, ekki neitt. Hefurðu komið á Flateyri? Já, einu sinni eitt sumar fórum við bara í ferðalagi útilegu og bara stoppuðum í smá, bara í dag eða eitthvað, þannig að ég svona veit hvernig það lítur út en ég ekkert meira sko. Verðið þið þarna nærri 30 krakkar allstaðar að landinu. Þekkirðu einhvern? Ekki neitt. Ég er aðeins búin að kíkja það á Facebook en bara svona, já, en ég veit ekkert hver þetta er sko. Mjög gaman að fá að prófa alls konar nýtt, að fara á kajak og sjó og surfa, þannig að ég hlakka bara til alls eiginlega. Við veit að við verðum í húsum og munum deila húsi með fleiri nemendum. Ég held að við verðum með 2 öðrum nemendum í húsi og já, veit ekki meir. Og veistu hvað þú ert lengi að keyra vestur? Ég held, er ekki ykkur 7 tímar eða eitthvað, ég held að. Umræða að setja á fót lýðháskóla á Flateyri hefur verið í gangi töluverðan tíma en það var svo ekki fyrr en á þessu ári sem auglýst var eftir skólastjóra og opnað fyrir umsóknir. Hugmyndin varð að veruleika ekki bara vegna þess að þetta er íslenskt og reddast, heldur hér er bara samfélag og fólk sem er til í að taka þátt og leggur metnað sinn í og hjarta sitt í að taka þátt í að byggja upp þetta samfélag og það hefur gert það alla tíð og það er ekkert að rifsa með lýðháskólan, þetta er bara eitt enn barnið sem við þurfum að ala upp. Við ákveðum að fara það leiðist að vera með 1 kennar á hverju braut allan veturinn, það væri pínu leiðilegt nema viðkomandi væri meiri skemmtikraftur. Þannig við ákveðum að fara það leið að vera með 2 vikna bara stuttar og hnitmiðaðar lotur. Það sem kennari kemur, eys úr sínum sérfræði skálum á 2 vikum, nemendur hella sér ofan í það viðfangsefni, vinna æfingar, verkefni og mikið af svona hlutum í höndunum og úti og svo bara kennari farin, tekur næstu við. Þannig að við erum með cirka 30 kennara. Flestir eru að kenna í viku, flestir kenna í 2 vikur og 1 í viku og þannig tókst okkur þetta bara bjóða upp á ólík og fjölbreytt viðfangsefni sem við erum að kenna sérst að þessum 2 brautum sem við erum með. Þannig að það eru 2 ólíkar námsbrautir. Fyrsta lagi, hér eru þetta með alveg ótrúlegt umhverfi og náttúru og sjó og annað slíkt sem að við getum nýtt og önnur námsbrautin, hún tekur alfarið mið af því. Við ætlum að vera í náttúruljósmyndun, við ætlum að vera í fjallamennsku og ferðamennsku, við ætlum að vera í leiðsögumennsku, sjómennsku, landbúnaður og fleiri slíka hluti og þar eru kennarar eiginlega að öllu leyti héðan, eða miklu leyti. Svo erum við með aðra braut sem er meira svona skapandi og hún miðast svolítið við það að hér hefur svolítið svona einhvern veginn orðið svo menning að fólk skapandi alls staðar á landinu hefur verið að svolítið að kaupa sér hús hérna og hér þykir eiginlega töff og kúl að koma og vera eða búa og það fólk ásamt auðvitað bara heimamönnum er með mikinn bara auð og þekkingu sem við gátum þó nota til þess að búa til þessa svona skapandi braut þar sem við erum að vinna með hugmyndir, sköpun og miðlun. Nemendurnir koma frá öllu landinu og eiga það sammerkt að vita kannski lítið út í hvað þau eru að fara. Þau sækja skóla sem að enginn veit í raun og veru neitt nema bara það sem hafa komið á netinu og í viðtölum sem þessum og stökkva út í óvissuna, borga staðfestingargjald og eru bara að koma. Og það eru þetta bara, það hlýtur að lýsa mjög hugrökkum og bara skemmtilegum karakterum. En þau eiga það já, öll samhjálpti verður bara
tilbúin til þess að takast á við eitthvað nýtt, langa kannski aðeins í nýjan takt, það svona svolítið samvært með þeim, en gera sér jafnframt grein fyrir því að þau eru að taka þátt í einhverju sem algjörlega nýtt og enginn veit hvernig fer og þau eiga þetta, eftir að eiga ótrúlega þátt í að bara móta og þetta verður ekkert til án þeirra. Margir víl ekki fyrir sér að fara í lýðháskóla í Danmörku en finnst jafnvel að Flateyri sé enn fjarlægari. Mér finnst mjög líklegt að fjöldi fólks hafi ekki sótt að þetta á Flateyri. Við höfum ekki hugmynd það. En jú, það hafa einhverju sagt, Flateyri, Krumma, Skutungstar á norðanverðu Vestfjörðum. Þá segir nú bara fyrst, fólk verður ekki komið hingað, sem segir svoleiðis. En númer 2, að þá er þetta eiginlega kjörinstaður fyrir lýðháskóla. Lýðháskóli er inni í samfélagi, en hann er ekki með of mikið af afþreyingu og öðru sem að togar fólk út úr litla skólasamfélaginu. Og hér við erum tildulega afskekkt að því leitinu til að það er ekkit bíóhús bara hérna í firðinum, en það eru samt ekki nema 20 mínútur til Ísafjarðar. En á sama tíma er þetta lítið samfélag sem að við getum bæði tekið fullt frá því að hér eru þetta bara einstaklingar þekking og fólk sem er hægt að leita til, en á sama tíma vonandi þá gefið tilbaka og auðgað svolítið samfélagið. Þannig að kynslóðin sem við erum að leita í með þessum lýðháskóla, hún þekkir ekki beint landamæri í dag og það er einhvern veginn, við getum búið á einum stað og unnið fyrir einhvern fyrirtæki eða einstaklingar sem einhvers staðar annar staðar í heiminum eða landinu. Það held ég svolítið einkenni þeirra kynslóðar. Á sama tíma kannski að þau spyrja ekki endilega hvað ætla ég að vera heldur hver ætla ég að vera og hvað get ég svo gert úr því og þá skiptir kannski ekki endilega máli hvort ég er á Flateyri eða í Reykjavík.